Góðan daginn, hér. Og hvað segið þið gott í dag, hér? Það má byrja svona líka, ekki? Eða hvað, má það ekki? Má þetta? Veit það ekki. En við gerum það nú samt svona. Það má breyta þessu allavega. Við hérna sem elskum ekki endilega breytingar, þurfum samt að horfa upp að þær. Og við kveikjum öðru kerti á og síðan þessu hér, eða fyrst samt þessu hér, því við ætlum að lofa drottinn smá, svo tilveran verði ekki grá. Við munum ekki textan. Þetta nú Hafnfirðingurinn, Gaflarinn. Hann nú alveg þekktur fyrir það að mun ekki neitt. Og líka, og muna hvað hann gamall. Gamall. Svona ykkur að segja, það er gott að eldast. Mér finnst það. Ég er ekki vælu kjóinn sem eldist, ég nenni því ekki. Og meðan ég held heilsu og get gert allt, svona flest allt sem ég hef alltaf gert, þá er ég nú bara nokkuð sáttur. Og drottinn hefur nú sagt mér það, að afl mitt muni ekki þrjóta, fyrir ævin er öll. Og hann gaf mér myndina af Móse, 120 ára gömlum, þar sem hann gekk upp á fjallið og sá fyrirheitna landið sem að honum var meinað að koma til, vitið af hverju. Hann ólínaðist drottni að sjá í þetta eina skiptið þegar hann sagði með þjósti, ég skal þá gefa ykkur vatn, og barði í klettin. Hann gaf Guð ekki dýrðina og komst því ekki til fyrirheitna landsins, en Guð leyfði honum að sjá það, og ef ég man rétt, þá andaðist þessi mikli Guðsmaður þar, já, gaf upp anda sinn þar, sem það varð 120 ára gamall. Háraldur, en engin svona, nein frétt, þannig séð, fyrir okkur sem að þekkjum Biblíuna. Nói varð 950 ára gamall. Vá, segjum við, og ég spyr nú, kannski þú líka, hver vill ná 150 ára aldri í þessum táradal sem að veröldin er, því að veröldin er ekkert nema táradalur. Þannig að svona fyrir mína parta sé ég kærleiksverk drottins þegar hann fyrir að stytta ævi mannsins niður í 120 ár og ég sé nú ekki að hann gefi styttir í daga, en við náttúrulega vitum að menn er að deyja á öllum árum, misjafnlega gamlir, en ég held að enginn hafi náð, svo ég muni, en þeir ég nú ekki kalla elstur, 120 árum, en þú náttúrulega þekkir fullt að liði sem að náði 120 árum. En ég held að það sé nú ekki mikið það. Kannski ekki dæmi. Jú, kannski dæmi, en varla mikið lengra en það. En drottinn talaði 120 ár. Kannski að hámarki. Hann segir það nú reyndar ekki. Þannig að þú glímir ekki til ákvarðanir Guðs. Og þú ert ekki spurður af því hvort þetta eigi nú að virka eða ekki,
Það bara virkar. Það sem að ég geri hins vegar, að ég reyna að fylgja því sem Drottinn hefur sagt, af hverju, trúar minna vegna á Jesú og svo líka sjálfra mín vegna því að, ég veit, þú kannski með mér, að þar liggur gæfuvegurinn minn, ég hlýðni við orð Guðs. Það held ég að við séum svona nokkurn veginn sammála það er að segja, ef við erum þeim megin línu að Guð sé okkur eitthvað. Það er ekki allir þar, en þú og ég erum þar og vitum því hvað verið að tala þegar að tala með svona hætti. Og þú tekur auðvitað undir það sem trúað maður, trúið manneskja, að orð Guðs er það sem að allt þarf að miðast við í okkar lífi. Og orð Guðs er valkostur minn. Og hér er orð Guðs. Sem sagt, ég vel og tek ákvörðun að leyfa þessari bók að fræða mig svolitla stund á þessum degi, eins og það hefur oft gert á öðrum dögum, en aðri dagar voru þá og nú er uppi þessi dagur. Og á þessum degi þarf ég og þú og við að sinna okkar verkefnum, að því að Drottinn býður okkur að gera þau verk sem hann hefur áður fyrirbúið. Áður. Þannig að sannmæli þegar menn segja að ekkert sé nýtt undir sólinni. Sólin hefur skinið á þennan heim frá því að sköpunarverkið var klárað og allt þetta var til, þá hefur sólin skinið. Og það hefur ýmislegt gerst á jörðinni. Eldgos hér, annað þar, sem breytti landslaginu og bjóti ný lönd, jafnvel, og nýjar eyjar. Og við höfum nú eitt dæmi í okkar sögu, Íslendingar, þegar við fengum heila Surtsey upp. Og Surtsey er enn til, hún er enn punktur á landakortin okkar. En þetta gerðist í eldgosi og þetta sé litla eyja og sinn hátt breytti umhverfi heimsins. Því að nú að allir þeir sem fara sjóinn sjá að hann er eyja, en fyrir kannski 70 árum var engin eyja. Þannig að þeir þurfti ekkert að vera að pæla neitt í þessari eyju og gátu því stingt bara þá stefnu sem þeir voru, en núna verða þeir að taka eilítinn sveig vegna Surtseyjar. Því enginn vill lenda á henni. Það heitir á máli sjómannastrand og það er háska staður að vera á fyrir mann á sjó á skipi. Þannig að við viljum ekki lenda þar. Þannig að við ráðum ekki gangi allara mála, kannski fæstra, ég veit það ekki, en við getum beitt okkur fyrir því sem er og sneitt framjá því sem er, að við vitum að við verðum hvort við að gera það. Og þetta er eitt af því sem að orð Guðs að kenna okkur og segja okkur að einfaldlega verðum við að læra að gera. Það er vilji Guðs. En hann gefur okkur allt val að gera það ekki. En segja jáfnframt, það mun kosta þig töluvert. Og að því að það mun kosta mig töluvert, þá er hann tilbúin til þess að leggja á sig alla þá vinnu sem felst í að fræða mig. Fræða mig, af hverju? Ég vel af því sem ég veit. Ef ég veit það ekki, þá er nú lítið til að velja. En ég veit og ég vel og ég hindrast í
að falla lappirnar og sjálfum mér og steipast með þennan hérna beint ofan í skurðið og fór gat á hausinn, eins og maður sagði hérna það maður krakki, ég gat á hausinn. Það fannst engum gott. Og kannski sumt auðvitað ekki takt að forðast, en sumt hægt að forðast. Og veistu hvað Biblían talar ef þú veist en lendir í, veistu hvað Biblían segir það? Heimska. Það ekki? Það ekkert annað en heimska. En maður hefur afsökun ef maður veit ekki. En sumt getur maður alveg vitað og í raun og veru strangt til tekið getur ekki borið þessari afsökun fyrir sig vegna þess að hverjum er að kenna leiti maður ekki þangað þar sem fróðleikurinn er. Er það nokkrum öðrum að kenna nema mér sjálfum? Þetta er eitt af því að vera undir reglu og aga drottins. Hann fyrir að tala til okkar með þessum hætti. Hann er með allt sitt á hreinu. En ég og þú erum ekki með allt okkar á hreinu, en getum fengið það meira á hreint að því við erum að leita þangað sem að svörin eru. Orð Guðs virkar, eftir orði Guðs er dæmt, líka þegar ég á í hlut. Þannig að ég er vissulega frjáls, en ég þarf að vita til að frelsi mitt verði ekki að bindingu, því að það getur alveg orðið að bindingu. Það ekki? Við tölum að ana með bundi fyrir augum. Og svo tökum við bindinguna frá og lítum í kringum okkur, þá sjáum við erum komin í eitthvað ófærur með okkur sjálfa. Þurftum aldrei að lenda þarna. En gerðum það að því að við vissum ekki betur eða erum bara tómir heimskingjar. Annað hvort. Að vita að þetta gerir menn ekki en gera það samt er ekkert af neinu nema heimsku. Er ekki? Erum við ekki sammála það? Og hver er þessi heimski maður? Gæti verið ég, gæti verið þú. Ef ég fylgi ekki góðum ráðum, hvað er ég annað en heimskingi? En það er það sem við viljum ekki vera. Við viljum ekki vera þeim megin. Aðrir gera það sem þeir vilja, en ég vil ekki vera þar. Og þess vegna leita ég þangað sem ég veit að svörin eru. Og þá læsi ég fingrum þessa yndislegu bók í statífinu mínu sem ég keypti mér. Þetta snýst allt mig, þú veist það. Og bara til þess að bókin fallega sé ekki að skella svona borðið því okkur bregður við skellin og hjartatettir í okkur það þolir nú ekki mörgu viðbrögð og högg. Þannig er það nú ekki. Við heldustum við erum að aðdóa það. En við erum að þessu að því við viljum vita meira og betur það sem við elskum, sem er orð Guðs, sem við vitum og að hvað? Að kenna okkur rétta biblíumaður og tíminn maður minn lifandi að meira segja gengur. Nei, ég leit rangt á hana. Það er samt hún veður áfram. Svona að sjá illa, líka með gleraugum. Það er Sefanía, annar kafli, 3. kafli. Ef að leyfa okkur að lesa svolítið þar. Við þessari saurguðu, vanhölguðu borg ofstoppans. Hún hefur ólhinnast ekki tekið áminningum
Hún hefur hvorki treyst drottnin en nálgast Guð sinn. Á þetta nokkuð við okkur í dag. Hún hvorki treystir Guði en nálgast hann. Af hverju? Hvað var það sem reisti þennan svakalega vegg á milli manns og Guðs? Í þetta skiptið? Sama ástæða. Vantrúin gaus upp og þetta er sem sagt veggur vantrúar sem fær drottinn til að tala svona. Svo lesa aftur. Við þessari sörguðu, vanhelguðu borg ofstoppana. Hún hefur ólinnast, ekki tekið áminningum, hún hefur hvorki treyst drottnin en nálgast Guð sinn. Valdhafar hennar eru öskrandi ljón, dómarar hennar úlfar næturinnar, sem ekki geyma ónæga bein til morguns. Spámenn hennar eru svikulir og brigðulir í orðum. Prestar hennar valhelga það sem heilagt er og misbjóðum lögmálinu. Þannig við sjáum enn og aftur að ekkert er nú nýtt undir sólinni. Þetta höfum við haft allar götur, alla tíma og er ekki svona enn. Ég lít svo á. Þannig í þessu ljósi sjáum við mikilvægi þess að orð Guðs fáið óma og hljóma. Það má ekki þagna og mun ekki þagna með menn eins og mig og þig uppi. Eins og mig og þig uppi. Þegar við erum vaktur og sofnir yfir orðinu, verður tilbúinir að tala orðið eins og á að tala það þegar þarf að tala. Það er okkar hlutskipti. Og kannski segi ég nú bara vei mér ef ég geri það ekki. Það sagði Páll, vei mér ef ég boða ekki orðið. Hann sá stöðu sína og ég bið Guð að hann gefur mér að ég sjái mína stöðu, ég get ekki séð þína stöðu og mér varðar raun ekkert hana. En ég bið fyrir þér að þú vitir þína stöðu. Það get ég vel gert, það ger ég og ég bið þig einnig að gera það fyrir mig. Meira getur þú ekki gert. En þetta getum við gert og þetta er mikilvægt, veistu af hverju? Bænin stígur upp. Hún getur umvafið þann sem hún bast fyrir og hún umvöfur hana, viðkomandi. Það gagnar bæninni. Hún stígur upp, myndu það. Og kemur svo niður þanga sem henni var beint. Hún fer fyrst upp. Af hverju? Drottinn vegur hana og metur. Svo sendir hana af stað. Fyrst upp. Þannig virkar þetta í Guðsríkinu. Þannig að við, þegar við biðjum, förum ekki með fánýta mælgi af því að bænin stígur upp. Þess að biðjum við þá bæn sem er frá hjarta sem heitir trúa hjarta. Ef hún er ekki þaðan, máski stígur hún upp en verður eitt þar. Með öðrum orðum, það var ekkert gagnað henni. Trúabænin kemur frá trúuðu hjarta. Og trúað hjarta viðhelst og nærist að við erum að lesa orð Guðs. Bæði orð sem að kannski er ekkert mjög þægileg, kannski var lesningin á þann í einhverja eyrum ekki mjög þægileg, en er samt orð Guðs og allt orð Guðs er alltaf blessun. Þannig að við svona smátt og smátt allavega tökum ekki við einhverju óþægilegt sem að drottinn er að segja. Þetta er bara orð Guðs, punktur og eftir.
Og ég get alltaf spurt mér sömu spurningarina, ætla ég að vinna eftir orði Guðs eða ekki? Jú, ég ætla að vinna með orð Guðs hvernig sem það lítur út. Því ég trúi á blessunina af því að virða og vinna orð Guðs. Því við erum að lesa í orði Guðs Biblíunni. Með flöktandi kertaljós, með flöktandi, núna, sem gefur smá skinn og við segjum, mikið er ljósið nú gott, ekki? Mikið er ljósið nú gott. Við elskum ljós hjartans sem að þeirra skín þar. Þetta skín það ekki. Já, hver stjórnar því? Ég er rétt upp hendi, ég stjórnar því. En þú ekki fyrir mig, þú stjórnar þínu og ég mínu. En orð frá mér, orð frá þér, gæti aftur á móti gert að verkum að ég kveiki einu kerti á í mér sjálfum. Kveiki einu kerti á. Það er svolítið fallegur sálmur, ég mann nú reyndar ekkert nema fyrsta vessu og ég er að afbaka þetta svolítið. Svona er að vera skáld. Það er eiga til að afbaka sumt svolítið, taka sér skáldaleiði. Ég veit ekki hvort þetta er eitthvað skáldaleiði, ég pæla ekki til því. En ef ykkur móðgast þá bara biðja hann afsökunar á að ég er bara konur úr Hafnarfirði, að verða 70, kall, með fyrirheitum að halda velli, að halda þreki þangað til deyr. Og mér finnst það gott. Ég veit að þú trúir ekki orða þessu, en það er allt í lagi, þetta er nú samt það sem að Drottinn sagði við mig. Svo við vindum okkur aðeins í COVID-ið, sem ég fékk, og þá var náttúrulega voru menn að deyja úr COVID-i á Íslandi. Og ég veit það að hvarflaði aldrei að mér í eina sekúndu, annað en ég yrði hér, já, til framtíðar litið, á meðan ég upp í standandi. Ég vissi að þetta voru ekkert endalökin. Ég vissi það alltaf. Og það stóð, mánuði seinna var ég komin heim. Að vísu þreklaus að ég gat nú alltaf klætt mig. En ekki í dag. Gera allt það sem ég gerði áður. Að þið Drottinn talaði til mín, þetta sem ég var að segja ykkur áðan og trúiði mér að ég rifjaði þetta upp þá. Já, ég er ekkert að fara neitt. En ég vona samt að þetta gangir fljótt yfir. Það tók mánuð. Já, mánuð, 1,5, kannski 2, já, meira, ég var nú svolítið tíma að ná upp þreki. Það kom algjörlega tilbaka og það fyrir mörgu, já, margt löngu. Lungun voru svolítið að stríða mér fyrst, en það líka er komið allt tilbaka. Þannig ég kenni mér ekki með eins í dag. Og ég þakkaði þetta Drottni. Hann náttúrulega á heiðurinn að þessu öllu og líka annað. Hann gefur okkur fyrirheiti sem við kannski, já, fögnum alveg örugglega yfir. En vitum ekki ævina okkar fyrir nöllir og þannig bara er það. Svo gerist eitthvað, þá pompar þetta upp. Hei, og þú segir, ég er nú bara ekki að fara neitt. Og þú bara rifjar það upp það sem Drottinn sagði. Hann veit hvernig hann á að styðja okkur og styrkja á tímum sem að mögulega og hugsanlega hefði geta orðið manni mjög erfiðir. En voru það ekki að því átti þetta til. Það heiti trú, það heiti fyrirheiti Guðs. En og aftur sjáum við ávinningin af því að eiga til trú á Herra himins og jarðar. Ég trúi að ég eigi til trú á Herra himins og jarðar.
og ekkert minna en það. Ég trúi þessu. Ég veit ekki hverju þú trúir, eða hvort þú trúir einhverju, en ég trúi þessu. Ég fengi að upplifa þetta og ég er ég. 100% komið tilbaka, segi ég í dag og fyrir margt fyrir löngu síðan. En náttúrulega ekkert yngri, ég eldist nú. Og Drottinn segir við mig núna, Konráð, afl þitt mun ekki réna fyrir en ævi þín þrýtur. Ég veit ekkert hvað ég lifi lengi, en ég er hérna. Ég fæ nú kannski að gera einn í viðbót, kannski 2. Já, ég veit ekkert um það. Það veit enginn hvað morgundagar ber í skauti sínum. Og það er ákveðin hugsun í því, mjög góð hugsun, sem notum daginn vel í dag. Og hvað erum við að nota daginn í? Buffa mann og annan. Buffa mann og annan. Klóra augun og manni og öðrum. Eða erum við að lofa Guð, Herra, himins og jarðar, miskunna þú mér. Drottinn, miskunna þú mér. Munið, þegar þeir komu að biðja til Drottins, hrókagikkurinn og sá auðmjúki, sem var í stöðu sem menn fyrirlitu. Hann var tollleintur maður, verður að vera. Ég þakkar nú Herra, ég er ekki þessi hérna maður. Svo kemur þessi maður. Drottinn, miskunna þú mér, og barði sér á brjóst. Og hvað sagði Drottinn? Þessi fór réttlættur frá mér, en ekki hinn. Af hverju? Hann kom inn í hroka sínu, en þessi í auðmýkt sinni, lítillæti, og var tilbúin til þess að niðurlægja sig frammi fyrir Guði og gerði. Ég nú heppinn að vera ekki eins og þessi maður. Það er svolítið þetta í dag. Ég er heppinn að vera ekki eins og þessi maður. Við hvað erum við að miða? Þessi maður var að miða sjálfan sig við einhvern annan. En hvernig getur hann það? Hefur hann neitt nema sjálfan sig til að miða við. Ég kem fram fyrir Guð í auðmýkt og hann segir við mig, Konráð, þú gengur réttlættur frá mér. Af auðmýktinni. Og auðmýktin kemur að því ég trúi á Jesús. Og til að auka og halda þessu við ég að stúdera orð Guðs. Og hjálpa þér við að velja sama að því ég veit að það væri það besta fyrir þig hvort þið er. Og nú ertu mér tvöfalt ósammála, ég sé það nú bara á þér. En kannski ertu bara mér alveg sammála. En þetta nú það sem orð Guðs að segja og þú veist það. Það að segja að þú veist hausasporð á orðið Guðs. Þess vegna erum við að hvetja menn til að lesa og bara leyfa Drottni sjálfum að kenna. Getur hann það? Það er svo margt sem við erum að velta fyrir okkur. Að því að menn ekkert endilega að kenna þetta. Þeir eru svo uppteknir að því að belgja sig út sjálfur að þeir eru ekkert endilega að kenna kennslu sem segir þú þarft að læra orð Guðs og hver þú. Ég hann þegar þú segir þú, þá var það ég. Ég? Var ég að læra? Veit ég ekki allt? Þú kannski segir það, það veit enginn allt.
Ekki heldur þú. Kannski vildur það. Það er alltaf að vilja og vera. Við erum að fletta hérna í orðinu, Gamla testamentinu og Jeremía. Við erum enn í Jeremía og hér er Jesaja. Ég er svo sem ekkert, eins og ég oft sagt, fróðastu maður þessa kappa Gamla testamentisins, en sumir hafa kafað ofan í það og fengið mikla visku úr. Af hverju? Af því að bæði Gamla og Nýja testamentið er orð Guðs. Orð Guðs, Gamla testamentið, á undan Jesú, orð Guðs, Nýja testamentið, Jesú eftir að hann kom. Og hann lifir í dag. Og það er búið að segja allt, segja þarf hann, en verkið að fræða okkur, eftirlátið okkur. Og þó ekki, heilagur andi sér til þess að við gerum það sem við þurfum að gera vegna þess að Drottinn stjórnar heilugum anda og þeir eru í beinu sambandi. Þannig að það verður ekkit vikist undan því. Annað er síðan hvað maðurinn í þrjóskusinni gerir. Þess vegna þarf svo margt að víkja og það víkur ekki fyrir þú velur að láta það víkja. Þannig er það. Þetta er mín reynsla. Það er stökkbreytingar sem hafa orðið í mínu lífi sem eru nokkrar, en kannski ekki, ég mætti alveg vera fleiri, hafa allar komið af því að ég tók ákvörðan. Og þessar ákvarðanir gilda til dagsins í dag. Og ég segi, og meðan ég lifi. Stökkbreyting, minn kæri. Og stökkbreytingin þín, alveg eins og mín, ein af þeim var, ég ætla að fylgja þessu orði. Ég ætla að trúa þessu orði. Ég ætla að trúa því líka þó ég skilji ekki bofs í því. Ákvörðun. Og hvað gerðist í kjölfarið? Það kom inn friður. Friður og fullvissa að ég mun rýna í þetta orð svo lengi sem ég lifi. Ég veit ekki hvað er langur tími síðan að þessi uppgötvun kom til mín, en ég hygg að hún sé, líklega 30 ára gömul. Og hér er ég, með þessa bók verið fram að mig, alveg svo hefur verið æ síðan. Trúin etur mér að henni. Og trúin segir við mig, kenndu öðrum upp úr þessari bók. Og hér er ég, og með mér þú, að stúdera orð Guðs, en ætlum að láta heilagan anda sjálfan útskýra fyrir okkur hvað eitt og annað merkir, ef við höfum ekki skilning á því þegar. Við höfum auðvitað skilning á mörgu, en fráleitt öllu, en skilningurinn okkar vex þegar við gefum af tíma okkar mikilvægum, svo sem ég ger ekki lítið úr því, og tökum frá fyrir Guð. Já. 4. kafli. Já, ekki, jú. Nýja Jerúsalem, já. Já, lítur að vera 4. kafli. Segjum það bara. Á þeim degi verður kvistu Drottins fagur og veggsamlegur og ávöxtur landsins stolt og veggsem þeirra Ísraels sem af kom, og veggsem þeirra Ísrael sem afkomast. Þeir sem aflifa á Síón og þeir sem eftir verða í Jerúsalem verða nefndir heilagir,
allir sem skráðir eru til lífsins í Jerúsalem. Þegar drottin hefur þvegið óhreinindina af Síónar dætrum og skolað burtu blóðið úr Jerúsalem með dóms og hreinsunaranda, þá skapar drottin ský sem duga og rjúkandi og bjartan eldsloga sem nætur yfir öllu Síónarfjalli þeim sem þar safnast saman. Því að yfir allri dýrðinni verður hlíf. Laufþögn mun verða forsælu, fyrir ekki, ég lesi þetta svo vitlaust. Laufþögn mun veita forsælu í hita dagsins og hæli og skjól í stormi og regni. Þetta fannst ég leiðileg lesning, ég sé það á þér. Svona hyggst og sama, það ekki hlustandi á kallinn maður. Þetta var nú samt gott. Þetta var nú samt Guðs orð. Já, krakkar mínir, sjónin nú svo lítið farin að dofna. Og ég hef gild afsökun. Ég bara eldast. En ég elska að bara eldast. Mér finnst gott að bara eldast. Ég ekki að kvarta. Það svo sem ekki verið minn stíl í gegnum tíðan að kvarta mikið. Kannski aðeins að rála inn á milli en ekki að kvarta mikið. Það þú þekki mig. Og þekki gamla. Þetta tekur ekki undir það endilega sem svo gammal. Þetta er bara kolnýma. Það bara er svona. Það er ekki öðru sig. Ágætist náingi allt það. Svona er bara. Svona. Svo kemur upptalning. Og ég hyggsta. Það sem ég er. Skil ekki akkur í. Það er ekkert svoleiðis í gangi. Ég veit að menn tala mjög vel mig og alltaf gert. Nú mér er sama svo sem hvernig menn tala. Ég pæla ekkert í því. Ég er bara konni. Er mér ekki neins ranglætis meðvitaður. Þú veist náttúrulega allt það. Eða hvað? Veistu kannski ekkert það? Til hamingju með það. Þá sendi ég þér jólakort í ár. Ef það verður, er niðurstaðan. En Konur Hafnarfirði er biblíumaður í dag og hefur gefið sér tíma til þess að fræða sjálfan sig og aðra með í gegnum tæknina sem leikur allt í kringum okkur. Allt, hvar sem er, það er tæknin og þá má nota hana til góðs og þá má nota hana til íls og ég, Konur Hafnarfirði, hef valið að nota tæknina til góðs. Og þetta er eitt af því góða sem ég er að nota tækninni í og má nota tækni í. Þannig ég vil hvetja þig svona í restina til þess að nota það svo átt til ógeðslega góðs. Ógeðslega góðs. Þetta er svona slanguryrði unglingana. Já, þegar ég var unglingur þá held ég að við verið að nota þetta ógeðslega allt. Alveg öfugur í merkingu. Er það ekki svoleiðis ennþá? Það hefur kannski málhreinsunni náð að afmá þetta. Það veit það ekki. Hún náttúrulega afmáir sumt. Það er alltaf að afmá sumt. En það verður ef hún er málhreinsun svoleiðis að Biblían verður eitthvað annað en hún er. Eða það er reynt að gera hana að eitthvað öðru en hún er. Það er kannski ekki alveg eins góð málhreinsun. Þannig að við þurfum að standa vörðum orð Guðs. Að þeir að biðja okkur að standa vörðum sitt orð vegna þess að hann vill að við séum meðvitaðir gildi og vægi orðsins. Og til þess að við föttum þetta þá verðum við að vita hausasporð á hvað er að ræða.
Við stöndum ekki vörðum það sem við vitum ekki hausnisborð á og það veit hver maður. Og núna líklega er komin tími, já, hann er komin, við erum tímakallar, við verðum tímamörk, að við erum svona hlindir því, við getum auðvitað að tala helmingi lengur, en við gera það ekki, að þau eru stiltir strákar. Ég kveð, held þessu góða verki áfram og segi bless.